Kæru gestir, góðan daginn og verið hjartalega velkomin á þennan fund okkar í Landsbankanum sem við höldum í tilefni af því að þjóðhagur, ársrit hagfræðideildar Landsbankans að koma út og nú í 7. sinn. Við erum afskaplega stolt af þessar útgáfu en þjóðhagur eitt ítarlegasta rit íslenskt efnahagsmál sem gefið út. Það óhætt að segja að mikil umskipti hafi orðið í efnahagslífinu á Íslandi á undanförnum árum. Ef við lítum aðeins 5 til 6 aftur í tímann eru breytingarnar næstum því ótrúlegar. Við sjáum meðal annars verulegar breytingar á verði eins og fasteigna sem hafa hækkað yfir 50% af raunvirði, hlutabréf hafa hækkað mikið, hlutabréfamarkaður var nú alla til staðar hér fyrir 5-6 árum, þannig að undanfarin ár hafa einkennst af stöðugum vexti og efnahagslegri velgengni. Verðbólgan, landsins forni fjandi, hefur í 2,5 ár verið undir 2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabankans, en þetta nokkuð sem margir töldu næsta ómögulegt markmið. Lítil verðbólga stundum merki lítil umsvif í hagkerfinu, en slíkt alls ekki upp á teningnum hér. Leið og verðbólga hefur verið lág, hefur frá árinu 2011 mælst hér stöðugur hagvöxtur. Atvinnuleysi hefur verið lítið og kaupmáttur launa aldrei hærri. Það sem frábrugðið síðasta góðæri að hagvöxturinn og einkaneyslan undanfarið hefur ekki verið drifin áfram af skuldsetningu, heldur þvert á móti. Skuldir heimila og fyrirtækja hafa lækkað verulega á þessu tímabili. Á sama tíma staða ríkissjóðs sterk og hrein erlend skuldastaða þjóðarbúsins hefur sjaldan verið hagstæðari. Og á sama tíma standa bankar og fjármálafyrirtæki sérstaklega sterk þessar mundir. Það auðvitað gjörólíkt þeim raunveruleika sem blasti við á árunum fyrst eftir hrunið 2008 og Íslendingar geta verið ánægðir og stoltir af þessum efnahagslega árangri. Hann hefur ekki komið af sjálfum sér. Leið og ástæður til að fagna stöðu efnahagsmála hér á landi verðum við líka að hafa í huga að það alls ekki víst að það muni alltaf ganga svona vel. Það ýmsar blikur á lofti, eins og svo sem alltaf, en nú bíðum við nýrrar ríkisstjórnar og í því felst óvissa og fjárfestar eru almennt séð ekki hrifnir af óvissu. Heimshagkerfið hefur ekki rétt almennilega úr kútnum eftir þrengingarnar 2008. Áfram útlit fyrir veikan hagvöxt í flestum öðrum þróuðum ríkjum. Þá hafa úrslit í forsetakosningunum í Bandaríkjunum og fyrirhuguð útganga Bretlands úr ESB aukið á efnahagslega og pólitíska óvissu. Það þess vegna gott að hafa í huga að þótt velgangi nú, þá ekki hægt að reikna með því að við munum áfram njóta þess að hafa lága verðbólgu, lítið atvinnuleysi og mikinn hagvöxt. Eins og segir í yfirskrift fundarins, þá fylgir vandi vex en hverri. Það afar mikilvægt að öll þau sem koma að stjórn efnahagsmála vandi vel til verka á næstu árum og gæta þess að varðveita þann árangur sem þjóðin hefur í sameiningu náð á undanförnum árum. Við þurfum að huga að skuldsetningu, við þurfum að huga að sparnaði. En við ætlum að fá hérna næst hann Daníel Svavarsson, forstöðumann hagfræðideildar Landsbankans, til að fara yfir nýja hagspá bankans. En áður en ég gef honum orðið, þá vil ég nota tækifærið og þakka ykkur aftur fyrir komuna og vona að þið hafið að gagna þessum fundi. Ég vil líka þakka þeim sem hafa undirbúið fundinn og taka þátt í honum hér upp á sviði. Takk fyrir.